Miklu gjöf þú gafst okkur son þinn Jesú Krist svo hann gæti frelsa okkur. Takka þér fyrir að náð þín ný á hverjum degi og hver dagur sem nýtt upphaf í trúargöngu okkar með þér. Við lofum þér og þökkum þér. Amen. Náð sé með ykkur og friður frá Guði vorum og drottni Jesú Kristi. Ég færi mig alltaf nær fólkinu þegar ég tala til þeirra. Já, Jesaja skrifaði, sú þjóð sem í myrkri gengur sér mikið ljós. Í Biblíunni eru oft kallaðar fram andstæður, myndmál sem túlkar trú og vantrú. Það eru ljós og myrkur, dagur og nótt, réttlæti og ranglæti, himinn og jörð, líf og dauði. Hjá Guði ekkert kannski. Hann vill að við tökum ákvörðun, bæði líf okkar og trú. Og textinn segir að hver sem tekur þá ákvörðun að fylgja Jesú, eykur stórum fögnuðinn og gerir gleðina mikla á himnum. En hvernig getum við kveikt neista trúarinnar, sem hver og einn síðan ræktar með sér og gerir að innihaldsríku trúarlífi fyrir sig? Við erum öll svo ólík. Enginn hefur sömu sögu að segja hvað styrkjan. Og enginn einn staður betri en annar til að tengja við orð Guðs. Ef við vissum hvað og hvaða staður myndi kveikja trúarneistan, þá myndi við fara með alla þangað. En þessar andstæður, þetta myndmál trúarinnar, hægt að tengja við flestar upplifanir okkar í lífinu. Eins og þið vitið, sennilega öll, þá ég frá Hafnarfirði og fyrir ofan Hafnarfjörð hellir sem heitir Leiðarendi. Ég hef ekki tölu á því hversu oft og með hve marga ég hef farið í þennan helli. En nokkru sinnum hef ég farið þangað með börn í æskulýðsstarfi. Og hér kemur ein frásögn þegar ég fór með fulla rútu af 6 til 12 ára börnum í þennan helli. Við vorum öll með vasaljós og reiðhjónahjálma. Þessi hellir hraunrás, mjög aðgengilegur í fyrstu með sléttum botni, en þegar innar dregur og við hættum að fá birtu frá hellisopinu, þarf að klöngrast yfir haft þar sem hrunið hefur úr loftinu. Hellirinn verður ógreiðfær á kafla og innst inni lækkar lofthæðin svo við getum ekki gengið upprétt. Hellirinn hálfur kílómetra lengd, en þegar við erum komin innst inn í hellinn hef ég sýnt börnunum leifar af lambi. Það hefur sennilega hrakist inn í óveðri
en endaði lífið þarna. Rétt hjá lambinu læt ég börnin setjast niður, koma sér fyrir og halda fast vasaljósin. Svo slökkvum við á einu í einu. Ég slekk síðast á mínu og við upplifum algjört myrkur. Ekkert þeirra hefur upplifað svona mikið myrkur áður. Og ég segi þeim að Biblían byrji á þessum orðum. Í upphafi var jörðin auð og tóm og myrkur grúfði yfir djúpinu. Myrkur eins og við upplifum núna. Ekkert tungl, engar stjörnur sem gefa örlítið ljós. Og á svikstundu verður öllum ljóst, sjáðu hvernig íslenskan er. Öllum verður ljóst hve myrkrið er svart og hve ljósið er mikilvægt. Því að við sjáum, hvað sjáum við? Við sjáum ekki neitt, ekkert. Við getum þreifað eftir hvor öðru, en hver myndi rata út án þess að hafa ljós? Og ég segi þeim, þetta vissi Guð. Svo hann sagði, verði ljós, og það varð ljós. Og seinna þegar Jesús var farinn að boða fagnaðarerindið, þá sagði hann, ég er ljós heimsins, hver sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Já, ljós og myrkur. Í spádómnum fæðingu Jesú notaði Jesaja einmitt þessar andstæður. Sú þjóð sem gengur í myrkri sér mikið ljós. Þjóð Guðs hafði fjarlægst hann. Hún gekk í myrkri, svo Guð sendi heiminum ljós lífsins. Forfeður okkar sem lifðu ekki við rafmagnsljós fundu betur en við hvað ljós og birta er mikilvæg og þeir hafa vafalaust upplifað þessa texta Biblíunnar á annan hátt heldur en við í dag sem lifum við þessa miklu ljósa dýrð. Hvert tímabil hefur sína sérstöðu. Amma mín sagði mér einu sinni, og hún er alin upp á Ásgóðsströnd. Amma mín sagði mér einu sinni að á aðfangadag fengu allir sitt eigið kerti. Aðfangadagskvöld var þess vegna eina kvöld ársins, þar sem bærinn þeirra lýstist allur upp. Og þessi minning lifði alltaf með henni og þess vegna upplifði hún hátíðarstemmingu við að horfa á kertaljós. Ljósið er okkur öllum mikilvægt og myndlíkingin að Jesús sé ljós heimsins passar fullkomlega þó það líði árþúsundir. Það er engin tilviljun að vitringarnir eltu stjörnubjart ljós á himni til að finna Jesúbarnið og það er heldur engin tilviljun að við fögnum fæðingu frelsarans í svartasta skammdeginu. Á þessum tíma árs verða þessar andstæður, ljós og myrkur, áhrifaríkustar. Litla lambið sem hafði hrakist inn í hellinn endaði í svo miklu myrkri að það rataði ekki út. Jesús ljós heimsins er vegvísir sem vísar okkur rétta veginn. Og hann sagði að sá sem gengur í myrkri, hann veit ekki hvert hann fer. Við segjum við að jólin séu hátíð ljóss og friðar. Það er tíminn sem við minnumst þess að konungur alheimsins yfirgaf himininn og fæddist sem umkomulaust barn í fjárhúsi. Myndin af barninu í jötunni er greipuð í huga okkar, lítið og ósjálfbjargað. Allar myndir sem við sjáum af þessu sýna okkur að það er bjart inni í fjárhúsinu en myrkur fyrir utan. En þetta kvöld lýsti himinninn upp með englasöng
og jólastjarnan var vegvísirinn. Ljósið var komið í heiminn. Þetta litla barn gjöf Guðs til okkar. Gjöf sem við þurfum að taka á móti eins og Páll postuli sagði, við þurfum að játa með munninum og trúa í hjartanu að Jesús sé drottinn og þá munum við hjálpin verða. Þá hefur náð Guðs verið opinberuð til sáluhjálpar öllum mönnum. Eftir að hafa tekið við þessari stóru gjöf erum við orðin börn Guðs, systkini Jesú, orðin erfingjar að ríki Guðs. Og gjöfin sem Guð hefur gefið okkur náð og náðin færir okkur eilíft líf. Á hverjum jólum minnir jólaguðspjallið okkur á hver frelsari okkar og að það skiptir miklu máli að taka ákvörðun hverjum við tilheyrum. Því að Jesús ljós eilífs lífs og eins og ég las áðan, því barn oss fætt, sonur oss gefinn, á hans herðum skal höfðingjadómurinn hvíla, hann skal nefndur undraráðgjafi, Guð hetja, eilífðar faðir, friðar höfðingi. Mikill skal höfðingjadómurinn verða og friðurinn engan enda taka á hásæti Davíðs og ríki hans. Hann ljósið sem vísar okkur veginn til Guðs ríkis. Sá sem að frelsar okkur frá synd þessa heims, hann sonur Guðs og konungur alheimsins. Við skulum því lúta höfði og þakka Guði með lítilli bæn fyrir kærleika hans til okkar. Drottinn Guð, í dag gleðjumst við yfir hinni dýrmætu gjöf sem þú gafst okkur. Við þökkum þér fyrir son þinn Jesú Krist, ljós lífsins sem vísar okkur veginn til þín. Við þökkum fyrir eilífa gæslu þína og góðvild og kærleiksríka handleiðslu. Við lofum þig og tignum. Amen. Dýrð sé Guði, Föður, Syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi, og verður aldir alda. Amen.